Já, velkomin í þáttinn Frelsið er yndislegt. Ég held að þetta sé 10. þáttur og það er alltaf nóg að taka í fangelsmálunum. Í þessum þætti ætlum við að fara aðeins út í hvað er í boði fyrir þá sem eru að koma úr afplánun, hvort sem það eru úr lokuðu fangelsi eða opnum eða öðrum úrræðum. Og við erum eins og venjulega með úrvalslið, Þráinn Farisveit, hann er framkvæmdastjóri Verndar og Dóra Guðlaug og þú ert félagsráðgjafi og ert teymisstjóri með atvinnu og virkni úrræði Reykjavíkurborgar. Já. Yngvi Kristinn, snillingur og flokksleiðtogi Hjálpræðishersins í Reykjavík. Verið velkomin. Já, takk fyrir það. Já, varðandi hvað er í boði fyrir fólk sem er að koma úr afplánun. Þetta er oft mikið áhyggjuefni fyrir fólk sem er inn í fangelsum. Fólk er maður sér svona, það tekur tíma fyrir fólk að komast á jörðina þegar það kemur í fangelsi og svo kannski nærða smá ró og svo byrjar aftur stressið og undirbúningur í raun og veru að komast út og það þarf að fara að undirbúa hvaða úrræði tekur við, húsnæði, vinna og það er ekkert hlaupið að því fyrir þennan hóp að fá vinnu eða húsnæði og nú sumir fara beint á öglaband, aðrir fara á áfangaheimili Vernd og síðan á öglaband. Nú en aðrir fara bara beint út, hvort sem er úr opnu úrræði eða lokuðu og staða þeirra er afskaplega misjöfn. Sumir fara beint úr lokuðu fangelsi og þeirra fyrsta stopp eru gistiskýlin í Reykjavík og oft er það svona hringiðja sem við höfum rætt svo sem áður í þessum þáttum. Þráinn, þú ert það sem tekur við kannski flestum eða ekki sem koma úr fangelsiskerfinu. Er ekki flestir svona sem koma yfir til Verndar? Jú, ég myndi halda að það væri í kringum ykkur 50-55% af öllum sem að inn í fangelsi fara, þeir koma í gegn á okkur á Vernd og síðan auðvitað líka tengingu við þá sem að fara út úr fangelsunum beint á öglaband. Það eru hópur sem að kemst ekki á Vernd en þarf þá að afplána verndartíman í fangelsi en hefur síðan tök á því að fara á öglaband og er þá sem sagt í tengslum við okkur þann tíma sem öglabandið er á þeim tíma. Þannig að þetta er stór hópur. Hverjir eru það sem að ekki fá að fara á Vernd? Það er enn sá hópur sem að hefur þá stöð að hafa brotið gegn barni, eða þar sem kynferðislegur lögaldur er 15 ára, hafa verið brotið gegn barni sem sagt undir þeim því að barni er náttúrulega aldurinn upp á 18 en kynferðislegur lögaldur er 15 ára þannig að hafa verið brotið gegn einstaklinga á þeim í þeim aldri eða niður þá hefur ekki kost á því að dvelja á Vernd. Það er vegna þess að það er samkomulega það í hverfinu eða hjá þeim stofnunum sem eru starfandi. Það eru leikskólar, skólar, íþróttamannvirki, kirkja og þeir sem þarna búið. Það var 2004 þá kemur upp mál sem verður þessi afleiðing er af því komið. Ekki það að einhverjinn á Vernd hafi gert eitthvað sem heldur var einstaklingur sem var á Vernd sem var notaður í svona tálbeitu aðgerð sjónvarpsstöðvar og í rauninni kallaður inn í umhverfi eða aðstæður þar sem hann var svo tekið niður og við það var eiginlega svona 10 mínútur í það að Vernd myndi bara loka. Við höfum okkur í gegnum það og í kjölfarið því var gert svona samkomula svona. Þannig að þetta er alltaf voða viðkvæmt. Það eru þetta, er það ekki? Ég meina það kom upp dæmi þarna daginn. Jú, bara staðsetningin. Við viljum ekki færa okkur eitthvað annað af því að við teljum að gott hverfi, gott umhverfi og staða Verndar eigi að vera miðsvæðis, ekki í úthverfum sem hluti af því að nálgast umhverfið. Við vitum það líka bara að fólk sem er að koma á Vernd, að það eru konur hérna líka,
að þeim kvíðir mikið fyrir að þurfa að stíga þessi skref sem við teljum svo mikilvægt. Það er að láta sjá sig, sjá aðra, bera ábyrgð og þurfa í rauninni að sjást í staðin fyrir að eins og við vitum að margir þeir fara bara út af Litla-Hrauni eða Hólmsheiði eða Kvíabryggju og fara bara beint í bæinn og enda þá yfirleitt kannski eða mjög stór hluta þeim á sama stað. Því það hefur rauninni ekki átt neina forsendu til þess að breyta í rauninni stöðu þeirra eins og við erum að reyna að gera. Við erum að reyna að styrkja, bæta og veita þeim í rauninni þá kjörstöðu sem við viljum að einstaklingun hafi að hann hafi fengið einhvers konar endurhæfingu eða boðið upp á meðferð á þeim tíma sem hann er á vernd, þannig að hann hafi styrkleika og getur til þess að koma út í samfélagið. Það er hæpið með það ef við horfum á hina leiðina. Og þannig að við höfum alltaf kappkosta við það að reyna að halda sem best utan um alla sem er hjá okkur. Við höfum, eins og þekki sjálfur Guðmundur, að við höfum náttúrulega kannski ekki alla putta á öllum málum. Við viljum að menn séu og upplifu það séu frjálsir en helst að þeir beri ábyrgð sjálfur. Og þeir vita að þeir eru komið til okkar að það er enginn sem kemur út af vernd aðra en þeir sjálfur og þess vegna er staðsetningi mjög viðkvæm eins og gerist daginn þar sem menn fara algjörlega offari í rauninni því að nálgast eða hafa samband við einstakling sem var í húsinu okkur grunaður eitthvað, það var ekkert sem að lá fyrir í rauninni, þetta var bara grunsemdir og lögreglan beitir eða fer algjörlega út fyrir þann ramma sem hefði rauninni þurft að fara til þess að nálgast. Þannig að úrræðið er alltaf svo viðkvæmt og þetta fekk maður fullt af símtölum eftir þetta. Algjörlega, ég man alltaf eftir einu atriði sem kom upp fyrir mörgum árum og það var einn sem var á vernd og hann hafði pantað pizzu og borgað með fölsunum seðli og það komu einmitt örugglega tugir lögreglumanna og einhverjir nokkrir lögreglubílar til að sækja hann og þetta var svolítið svona, þetta er svolítið ýkt viðbrögð. En við höfum haft í rauninni svona, að þetta gerist mjög oft, þá höfum við haft svona samskipti við lögregluna að fara gætilega að koma ómerktum bílum, koma inn á lóðina þannig að stugga ekki við umhverfinu. Við höfum ekkert annað en gott að segja af umhverfinu en það eru öll augu á okkur. Hvað eru margir yfirleitt svona? Það eru svona kringum 20 svona meðaltali og eitthvað svipað á Öklabandi sem við erum með. Við mikið bót að láta vernd taka það til dæmis. Já, þannig að þið eru að fylgjast með þeir sem eru á Öklabandi. Já. Þannig að þið þjónustið það. Já, alveg frá. En það getur örugglega verið erfitt líka fyrir fólk að koma á vernd. Ég meina það er ekki ljósmyndarar oft bara að bíða eftir mönnum og það hefur allavega komið fyrir. Já. Það var sérstaklega þegar þessi stóru bankamál voru, þá var og það var svolítið skrítið að því að við höfum náttúrulega verið með marga inni hjá okkur á hverjum tíma sem kannski hafa tekið líf annarra. Þegar bankahrunin voru og menn voru að koma þá var húsið grýtt eggjum, þá voru mótmæla spjöldum stungi í lóðina, það komu menn og bönkuðu upp á sem aldrei hefur gerst hvorki fyrir eða eftir. Þannig að og þá voru ljósmyndarar í bílum og einkennisklæddir menn út á staur sem voru að reyna að fá undirritun pappíra, þannig að þetta var mjög skrítið ástand. En sem betur fyrir höfum við samt svona gott samkomulag eins og ég reyna alltaf að benda á. Við erum að aðstoða fólki, við erum að reyna að koma í veg fyrir að fólki sem kemur í gegnum okkur komi aftur inn í fangelsin og við verðum sem samfélag að bera ábyrgð á því og við þurfum að standa í fæturnar til þess að standa með okkar fólki. Við erum að þjónusta þennan hóp og þess vegna þurfum við að taka stöðu með þeim. Og við höfum alltaf gert það í öllu tilvikið. Það er alveg sama hvernig ásýnd okkar er. Þannig að við höfum verið mjög duglegir í því. En hvað getur fólk verið lengi hjá okkur? 18 mánuði. Það eru 30 mánuðir í heildina sem við höfum utanumhald með þeim sem eru lengst. Þannig að það er langur tími. Það er langur tími. Já, ég þekki þetta. Ég hef verið held ég allan þennan tíma, ekki? 30 mánuði.
Jú, líklega, nei, þú varst 16 mánuði. Var ég 16? Ég var 16 mánuði á... 2 mánuði minna, 28 mánuði. Það er búin lengi þetta enn frekar. Já, þú þekkir það að ég er búin að vera að berjast við kerfið í sambandi við þetta að það voru 3 mánuðir, 6 mánuðir, 9 mánuðir og alltaf þegar ég reyndi að hækka þá var alltaf sagt en þetta gengur ekki, þeir geta ekki verið svona lengi. Ég meina, ég get alveg viðurkennt að maður er orðinn svolítið þreyttur, sko, þarna þegar það fer að líða á, sko. Já. En svo erum við með svona gott fólk eins og Dóru sem og ég glemdi að segja mér frá því, þú ert í hússtjórn, Dóra, þú ert í hússtjórn Verndar. Ég er í húsnefnd Verndar, búin að vera alltaf 3 ár held ég. Og tengiliðu þá vantilega við Reykjavíkurborg eða eitthvað svoleiðis? Já, við erum sér 2 tengilegir, ég og Alma, og við skiptast á að setja fundina. Og þá erum við, þannig að eru Reykjavíkurborgar stærsta sveitafélagið og það eru stór hluti þeirra sem eru að venda eru með lögumil þar. Já, bara 60%. Já, þannig að við erum svona ráðgefandi varðandi bara réttindi og alls konar sem snýr að þeim sem koma þarna. Já. Og þú veist að koma úr afplánunni bara örugglega mjög yfirþyrmandi og erfið reynsla og ennþá meira þegar er ekkert sem tekur við og viðmótið er neikvætt. Þannig og margar ástæður fyrir að fólk á bara erfitt með aðlagast. Getur verið með lélegt stuðningsnet og bakland og húsnæðisvandi, neysla, fordómar og allt þetta. Þannig að þið eru í teiminu sko að velja fólk inn eða má segja svo, eða svona að fara yfir umsóknir og meta og kannski biðjum að það séu lengri eða aðilin fari fyrst kannski í opið úrræði eða eitthvað að hann að komi. Þið eru svona í þessu að meta þetta, eða ekki? Það er eiginlega búið að gera það svolítið áður, þegar ekki? Já, stundum kemur þetta fyrir að eins og var bara á fundi í gær sko að vera að ræða einhverja tiltekna einstaklingar sem að liggur ekki alveg klárt fyrir hvort að hæfni þeirra eða geta er til staðar og þá þarf að hugsa heildar hlut þeirra sem er til staðar og að það sé ekki verið að velja fram yfir öryggi annara inn í húsi og svona, þá er húsnefndin auðvitað til þess að ræða þau mál og svo eins og Dóra er í húsnefndinu þá ef það eru mál sem er að koma inn og við höfum ekki allar upplýsingar og þá hvaða þjónustur þetta veita og hvort að við komandi sé á leiðin í einhvern úrræði og svona þannig. Akkurat, og hvað hann er stattur bara hvort að sé með lögheimili í Reykjavíkurborg og alls konar slíkt. En hvernig er með, segir mann sem er lögheimili í Reykjavíkurborg, er þið aðstoð þá fólk við að fá vinnu eða sko, hvernig? Fólk er náttúrulega komið flestir með vinnu sem eru þarna koma inn í vernd, en okkar náttúrulega einskor svolítið við það þá sem er að rétt á fjárhagsaðstoð, þannig takmarkast okkar við ef fólk á rétt á, ef þeir eru að koma út og eiga rétt á fjárhagsaðstoð og er ekki konum með vinnu, er jafnvel í sjálfboða vinnu þangað til, að þá er hægt að vísa þeim í atvinnuvirknimiðlun á teymi hjá okkur eða til EPS sem er líka úrræði hjá Reykjavíkurborg. Það er líka aðstoð fólk á atvinnuleit og það er svona meiri þéttari stuðningu þar. Þið eru með hjá Reykjavíkurborg fullt á úrræðum eða ekki, þið eru sjálf með áfangaheimili, þeir eru með grettistaki sem að mjög margir fara í held ég úr afplánunum. Það er þannig fyrir nokkrum ára síðan þá voru þessi úrræði sett undir einn hatt hjá Reykjavíkurborg undir virkni hús og þar erum við með grettistak sem er endurhæfing fyrir fólk með fíknivanda og er í bata, er búið að ljúka meðferð. Við höfum líka tekið þá sem að hafa verið að koma að meðferðargangi á Litla-Hrauni. Síðan erum við með atvinnuvirknimiðlun á teymi fyrir þá sem eru vinnufærir og EPS teymi sem er fyrir þá sem að eru vinnufærir og þurfa kannski aðeins meiri stuðning. Síðan erum við tinnu sem er fyrir einstæða foreldra, það sem er svolítið verið að fókusa á börnin og verið að rjúfa þennan vítarhring félagsleira allt þetta. Og svo erum við með 2 áfangaheimili líka fyrir kalla og konu. Það er Brautin, það er fyrir kalla og þeir sem eru þar eru allir líka í grettistaki. Svo erum við Njála sem er á Njálsgötu, það er fyrir konur sem eru það sama. Það eru allir sem búa þar eru í grettistaki. En hvað er grettistak? Grettistak er endurhæfing, hún er hugsað sem 18 mánaða endurhæfing. Það sem verið að vinna bara í batanum, tengslanetinu, stuðning sem hefur hjálpaði við skipulagningu, komast í nám eða vinnu. Í raun bara allt sem snýr, allir þessi grunnþættir sem að fara kannski svolítið í rugl eftir langa neyslutíma. Bara svefn og næring og hreyfing og allt þetta. Þannig að vera að vinna svolítið með grunninn og síðan þegar fólk er komið, við gerum ráð fyrir að fólk sé með smá jafnvægi þegar kemur til okkar búin að vera edrú í smá tíma.
Þannig að við höldum áfram með það og síðan fær fólk stuðning til þess að fara í skóla eða vinnu eða í einhvers konar frekari endurhæfingu. Stundum grettast ekki eina sem það þarf að vera í hugarafli eða geðteimunum eða fara í svona meiri háttar áfallavinnu. Þá það líka svigrúm til þess. Já, þegar við hjá Afstöðu vorum eitthvað að sinna svona vinnumálum, reyna að útvega vinnu fyrir fólk sem var að koma á plánuna, þá það gæti stundu verið mjög flókið og erfitt og á alls konar hátt, sko. Bæði var erfitt að fá fyrirtæki til að taka fyrirhandi fanga í vinnu og svo náttúrulega var fólk í misjöfnu kannski standi og svo bara það að fara með fólk og fá atvinnuleysisbætur eða það var bara þrautin þyngra, sko, að fá fólk til að fara inn á stofnun, sko, til að sækja það. Já, og akkurat líka verið með vinnu inn í fangilsunum, þá ertu ekki safnaður inn réttindum neðstæðar. Þannig oft það bara fjárhagsaðstofinn sem að fólk á rétt á, sem náttúrulega bara tímabundið úrræði og neyðaraðstoð sem á að vera hugsað sem tímabundið. En í mörgum tilfellum langtíma? Já, fólk endar oft bara hjá okkur að vera í jafnvel mörg ár. Já. Meðal annars út af réttindaleysi og fordómum og sektum og allt þetta sem að hamlar fólki í það mikla skuldir, þá erfitt að fara líka út á vinnumarkaðinn. Ég get líka bætt við, sko, að vernd hefur náttúrulega alltaf verið með einhvers konar, sko, vinnumiðlun. Við erum náttúrulega með fleiri hundru fyrirtæki sem að við erum með velvilja inn, þannig að það hefur mínu viti aldrei verið neitt vandamál að fá vinnu fyrir þá sem eru nú vernd. Og svo það náttúrulega starfsendurhæfingin, þessu Rauðikrossinn og svo eru menn í Grettistak og Virk, Hugarafli, þessum kerfum sem við höfum góð tengst við. Já. Ég held, sko, einmitt, sko, allavega mér sýnist, sko, það svo margir orðið núna að vinna í þessum málum hér og þar. Allir að keppast einhvern veginn innbyrðis líka. Og ég hef svona verið að hugsa þetta undanfarið, sko, að það eiginlega fara að koma tíma á að það verið meiri samvinna á milli allra þessa aðila. Ég held að það sé eitthvað sem þarf, við erum að sjá að það mikil sérþekking á ýmsu stöðum hér og þar, en allir að vinna út í sínu horni og það náttúrulega allir að keppa við þessa litlu aura sem verið að henda út í styrki, sko, fyrir sjálf og þriðageran. Þannig að Svo er það kannski bara flókið í þessu líka þetta, það er að vera vanda sig og vera góður í því sem maður er að vinna með. Maður getur ekki verið allstaðar, en það er klart mál að það er að gera miklu betra að hafa maður svona stuðningsnet af samtökum eða stofnunum sem er að vinna í sömu átt. En það verður alltaf svolítið mikið sérhæfing. Við þurfum að horfa í bara sameiginlegt markmið okkar allra sem vinnum með hana er bara að þáttaka í samfélaginu, því fleiri sem taka þátt í samfélaginu því betra verður samfélag okkar. Við græða allir á því að það séu fleiri sem eru þáttakandir í samfélaginu, hvort sem í skóla eða vinnu eða endurhæfingu, og bara það sem ekki vannýttur auður í fólki sem er verið að horfa framhjá þegar það er ekki verið að horfa á þennan hóp. Við höfum stundum verið að skella fram einhverjum fullyrðingum sem við vitum kannski ekki alveg hvort það sé alveg rétt, en það er að yfir 60% þessi fara í fangelsi verða á varanlegri framfærslu ríkis eða sveitarfélaga þessum eftir ævinar. Og þetta er svona meira byggt á tilfinningum og svona kannski hvernig við sjáum og hvar við erum að sjá fólk, sko, svona verið að reyna að taka þetta saman, en ég held að sé samt mikill hluti, stór hluti sem fer úr fangelsi sem að endar bara varanlegum framfærslu hjá ríkinu eða sveitarfélaginu, og það er náttúrulega ekki gott að því að, sko, ég vil meina það þegar þú ert búin að vera í stuttan tími fangelsi, þá byrjar að missa ákveðin svona hæfileika og félagslegt svona aðlögunarhæfni, eða þú verður meira félagslega einangraður inn í fangelsinu og átti erfiða með að sækja hluti og fara að sækja vinnu eða fara að gera eitthvað, sko. Þannig að þetta er svo, í mínum huga er þetta svo skýrt, það er svo auðvelt að laga þetta, en það er einhvern veginn ekki gert. Það er að vera líka bara svona því samfella í þjónustu. Við erum með félagsrákja innan fangelsana, við erum með félagsrákja á sveitafélagunum,
en það oft þannig að leiður farin frá sveitafélaginu inn í fangelsi þá ertu komin í ríkið. Sveitafélag skiptir ekki að því má það ekki, það alls konar svona þættir sem að skipta líka máli og það þarf að vera meiri samfella, við þurfum að hætta að vera einhverju svona. Algjörlega, þetta eru gráu svæðin sem að svokölluðu, sem að ríki og sveitafélagin alltaf að rífast og við höfum aldeilis verið að reyna að benda á þau. Við erum núna með tengilið við alla þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar af staða. En það hefur samt, það er svona ýmislegt lagast kannski í þessu, en ég Yngvi, þú ert nýr meðlimur í vettvangsteymi Ástríðu. Kemur inn sem sálgætir. Sálgæsla. Já, einhver sagði sálgætir, þetta heitir það, sálgæsla. En ég var einmitt ekki sjálfur viss hvernig átt að orða þetta. En kannski skipti það nú, kannski ekki allir máli. Það var faglegur stjórnandi okkar sem að kom með þetta orð. En þetta er eitthvað sem hefur vantað og er að vanta mikið. Þið eru, að því ég veit einmitt fá þig líka til að við getum rætt hvernig, að þið eru svo stóri í þessu annars staðar en á Íslandi. Já. Svo sem hjálpræðisinn á Íslandi er mjög lítill, bara per se. En ég var svona, akkurat þegar við byrjuðum og ég hugsaði með mér, hvað er ég að gera? Ég sagði það nú, veit þið. En síðan þegar við byrjuðum, þá hugsaði mér, ég er gaur, hjálpræðisinn tekur við hinum sem að ekki fara í þessi úrræði sem við erum að tala um undan. Þessi gaurarnir og þá meina ekki sem hefur eitthvað með Kína að gera, heldur þeir gaurarnir sem fara bara beint niður í bæ, þú veist. Og þeir koma mitt til mín. Þeir eiga ekki neitt að vantar föt og þegar þeir vantar mat og þegar vantar einhvern til þess að hlusta á, eða heyra, láta hlusta á sig þar að segja. Og vantar svona ýmislegt og þar á meðal sálgæslu eða gætir, ég veit ekki hvernig þetta beigist nú svona, en það skiptir svo mikið máli. Og það er bara, þú veist, það hefur verið mér svona alveg bara frá því ég byrjaði og áður en ég byrjaði að vinna fyrir hjálpræðisinn, þegar ég vann í Borgarvörðum að þá voru þessi strákar fyrstaklega í bæ fyrir 10 árum síðan að þá hitti maður á og síðan hurfuðu þeir í smá tíma og síðan komst maður að því eftir kannski 4-5 mánuði að þá hafðu þeir skroppið aðeins austur fyrir fjall og voru sem bara komnir aftur á sama stað og boltinn byrjar að rúlla aftur. Og það er þetta, hvernig getum við sem samfélag brotið þetta upp, sko. Ég hef oft líka hugsað núna undanfarið það líka bara fyrir hvernig það er fyrir fanga, sérstaklega svona stráka sem eru kannski er að eignast barn jafnvel og verandi í fangelsi og hafa aldrei lært og veit ekki hvernig það er að haga sig sem faðir. Hafa kannski ekki góða fyrirmyndir. Og hafa enga fyrirmyndir kannski. Nei, akkurat. Og eða þá slæmar. Og hvernig, hvort það sé eitthvað líka sem að við getum sem samfélag líka staða okkur betur í. Akkurat, stundum er þetta ekki endurhæfing, heldur bara hæfing. Já. Í raun og veru bara að kunna vera í samfélagi og í samskipti við fólk. Þetta líka bara, að því að sagan mun líklegast endurtaka sig þegar að þú ert kannski barn og elst upp við það að pabbiðin er alltaf inn og út á fangelsi. Og er það þá ekki bara fyrirmyndið þín? Já, félagslegi arfurinn sem við erum að vinna í að rjúfa. Já. Sem er bara mjög flókið og erfitt að eiga við. Og ég held að það sé bara eitthvað sem við þurfum að fókusera meira á. Og fólk átti sig á því bara að þessi útilokun og einangrun líkur á frekari afbrotum. Já. Það við séum ekki að taka fólk inn í samfélagið. Það er bara að fara að kosta okkur meira. Já. Nákvæmlega, sko. Svo er náttúrulega, eins og þú segir, þú fæðir stundum bara þannig inn í þannig fjölskyldu, að ég var einmitt að reyna að átta mig á að því ég heyrði tölur hvað var í margir til dæmis með framheilaskaða í fangelsum og ég var ekki alveg að átta mig á þessu. Ég tók undir þetta og var svona að reyna að lesa mig fyrir en ég var ekki að átta mig á hverju. En svo með reynslunni og þá sér maður að þetta fólk sem er kannski mikill í neyslu og það er stöðugt að detta og fá höfuðáverka. Það er verið að lenda í líkamsárásum stöðugt og við höfum heyrt dæmi sem menn fæðast með framheilaskaða því að
að faðirinn hefur lamið móðurina, skilur veist, rólétt, sko. Þannig að sko, þetta eru erfiðir hlutir og þarna átti að maður sá, já, út af hverju, þeir eru allir með hennar framheila, sko. Já, hann kemur líka náttúrulega af því að eins og með cannabis neyslu, þá er svona all neysla hægir á öllum þroska. Já, sérstaklega hjá yngra fólki, sko. Já, og svo er þetta líka bara eins og við höfum verið að ræða, það er náttúrulega hópu líka sem bara mikla þroskaskerðingar eða hæfni þeirra til þáttöku í samfélaginu er bara mjög takmörkuð og þannig að það vantar auðvitað meira utanumhald þessi einstaklinga, það er að og svo náttúrulega ef maður tala bara íslensku þá er náttúrulega bara fangelsi náttúrulega það sem þar er inni, það býður ekki upp á neitt annað en bara niðurbrot, einangrun, ofbeldi og kvíða, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvíg, þannig að kerfið sjálft eru þetta líka að mörgu leyti að hafa áhrif á það hvað svo. Þú situr í fangelsi í þó að sé ekki nema 1 ár, ég tala ekki 10 ár, sko, að hvaða áhrif hefur á færniðina til daglegra þarfa og aðra hluti sem tengjast í hvað þú ætlar að gera og við sjáum það auðvitað líka bara að það skuli vera hægt að vera inn í þessu kerfi og hafa enga kröfur það hvort að menn vakni eða geri tiltekna hluti. Það er bara vísir á allt það sem við erum að tala sko, sem rútína. Já, eins og ég stundu sagt, ég fengi að ráða. Veist, bara... Við ætlum að fara í það á eftir, hvað við viljum. En ég er svo forvitin til dæmis það sem hjálpræðisinn að gera annars þar eins og í Noregi. Ég hef sjálfur verið að fara til heimsóknir og skoða úrræði erlendis og svona reyna að átta mig á hvað við þurfum að gera hér og ég hef alltaf verið mjög lengi í samskiptu við ykkur og við höfum svona verið að ræða alls konar hugmyndir og ég hef verið að reyna að forvitnast hvað þeir eru að gera í Noregi. Þú veist, hjálpræðisinn er mjög sterkur í fangelsismálunum í Noregi. Já, eða þú veist, ég myndi ætla það, já, við það sem ég þekki til, en við, þú veist, erum með þá kapelána sem eru svona þessi sálgæslu aðili og í sumum fangelsum hreinlega eru foringjar í hjálpræðisinn sem sinna þessari vinnu sem að labba nú bara með lyklana í hendinni sko, eins og bara fangavörður líka við sko. Mjög eitthvað svolítið skrítið en fangelsin eru líka mjög misjafn og æði mörg sko í Noregi og misjafnlega lokuð eða opin. Ég hef farið bæði í lokuð fangelsi og mjög opið fangelsi og þar er mjög misjafnt hvernig samvinnan er sko en hún er náttúrulega bara beint við ríkið sko sem að hjálpræðisinn semur við, bara svona svipað og þjóðkirkjan semur í rauninni við nema hvaða þar eru við að tala kannski, ég held að sé það er kringum 15-20 manns frá hjálpræðisinn sem sinna eingöngu þessu, engu öðru og vítt og dreift Noreg hver og einn kannski er bara með þá svæði og oftast fleiri en einn sko en ekki það við erum með teymi af fólki sko sem að vinna þá saman. Eru þið með housing first þar, það er svona húsnæði fyrst? Ekki hjálpræðisinn sem að svona, nei. En við höfum verið með svona, til dæmis eins og það hefur verið náttúrulega mikið í þar erlenda afbrotamenn, svona svipað og kannski við sjáum hér. En það hefur verið þetta Safe Way Home sem að hjálpar þá mönnum að komast heim eftir kannski að vera tekin með eitthvað sem að hefur orðið til þess að þeir voru dæmdir í vist og það er að komast heim án þess að fara inn í hennan sama pakka og rauninni sendið á til Noregs á sínum tíma. Ég brjóta upp. Við varum eitt í Finnlandi þar sem við vorum að skoða úrræði. Bæði virkni og húsnæði og annað og ég var mjög hrifinn af Finnlandi og þeirra stefnu og það sem að stefna í fangelsismálum er byggð á
vísindum og mannúð en ekki stjórnmálaskoðunum. Og þar fórum við heimsókn til systur samtaka Afstöðu og þeir eru með 103 starfsmenn á launum við að sko vera jafningjar, vera með jafningjarstuðning og ráðgjöf. Fannst mér alveg frábært sko, og þetta bara eitthvað sem við verðum að ná í gegn hér líka. Þetta sko, ég meina, og það tilgangur með til dæmis vettvangsteymi Afstöðu að það ráðgjöf og stuðningur jafningja sem í bland við fagfólk og ég svo stoltur af vettvangsteyminu sko, því að nú er það orðið svo öflugt og við erum konum með 2 geðhjúkrunarfræðinga og 2 hjúkrunarfræðinga og við erum með félagsliða, þroskaþjálfa, áfengis- og vímuefnaráðgjafa, 3 félagsráðgjafa, 2 af þeim voru að vinna hjá Fangelsismálastofnun og þannig að við erum svona, veist, og svo er Yngvi sálgætir og þannig að sko, svo er þetta í bland við sem sagt svona, verðum að segja sérhæfða jafningja sem og markmiðið með þessu er líka að halda rosalega vel utan hópinn og við ætlum að reyna að fara að byggja svona upp ákveðna samtalstækni, það þarf að vera handleiðsla fyrir hópinn því að þetta tekur rosalega á að fara inn í fangelsinu og ræða við fanga, það eru svo endalaus vandamál sem eru í gangi sko, þannig að en ég meina, veist, og við komum alltaf inn á þetta húsnæði, atvinna, mál í kerfinu sem kannski okkar helsta vandamál í dag kannski. Það er svolítið líka, þetta bara eins og þú kannski sagðir hérna áðan, spurðir housing first og ég held við komum alltaf, og það er alveg saman hvort við erum að tala fólk sem að koma á fangelsi eða fólk sem að bara, heimilislaust fólk annað, að það þurfa allir á þessum grunn pakka sko, sem fyrst og fremst náttúrulega húsnæði og síðan byggir og ofan á það. Hvað, veistu eitthvað Dóra, Reykjavíkurborg eitthvað að vinna í slíkum málum, veistu það eitthvað? Ja. Í housing? Já. Ég er ekki best til að svara því, kannski betra að fá einhvern annan í það. En mitt varandi bara sakaskrá og atvinnuleit og það hefur svolítið komið upp bæði í Grettstaki og í atvinnumiðluninni að fólk svona, það er hrætt við fordómana sem mæta þeim og það eru fullt af störfum sem krefjast ekki endilega þess og sérst með hreint sakavottorð. Þú veist, af hverju skiptir það máli? Og stór fyrirtæki og stofnanir, þú veist, þurfa þess að skoða þetta hjá sér líka. Auðvitað þarf að gæta öryggis þegar þú ert að vinna með börnum og í umönnunarstörfi og fleira, en fullt af störfum krefjast ekki eða fyrir hreint sakavottorð. Eftir líka bara hvaða brot eru á, þú veist. Já, við sjáum þetta að fyrirtæki eru ofta að auglýsa hreint sakavottorð og við höfum gert það mjög oft en þurftum að gera meira því að senda þeim tölvupósta og biðja þeim að breyta þessu og sumir hafa tekið mjög vel í það, aðrir ekki en veist, eins og til dæmis ég minnst á það áður að Reykjavíkurborg er með þetta svolítið á faglegan hátt sko, þeir auglýsa hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglugerðir Reykjavíkurborgar en sko fólk samt miskilur það sko, það bara sér þetta bara á hreint sakavottorð samræmi við lög og heldur þá að það geti það ekki sko, en staðreyndin er að það geta allir sótt vinnuna skilur, síðan er bara er þetta metið en hvernig er þráin á vend, eiga menn eruleika með að útvega sér vinnu? Nei, bara alls ekki sko og ég hef bara ekki eins og velt huganum að þessum atriðum ég held að sé nú fyrst og fremst sko að reyna að byrja einhver staðar sko ég myndi halda sko kröfuna til atvinnuþátttöku þegar þú ert komin í það að fara að ræða sakavottorð þá ertu kannski komin með hópinn kannski lengra heldur en ég þóri best að vona í því að reyna að hefja endurhæfinguna í þessa átt sko að því að það er þú veist bara að byrja á dekkjaverkstæði einhverju stóru byggingafélagi þrífa íbúður eftir að það hefur verið byggt og svo fram undir götunum allt þetta sem er svona bara smávægilegt löndun, lestun, höfnin öll málinga fyrirtækin þú veist sem eru með alveg og svo fram undir götunum að bara þessi skref þú veist, eins og ég segi sko bara vakna, skeina sér, tannbusta sér, fara í sturtu, fara út í daginn bara rútínan þetta er það sem skiptir öllu máli fyrir það Já, og eins og segir byrja einhvers staðar það er miklu auðveldara að fá vinnu ef þú ert í vinnu Já, nákvæmlega og við höfum þetta séð alveg ótrúlega breytingar alveg frá því og það er eitt sem ég hitti nú reglulega sem var á vend
var alveg síðasta sort eins og hann segir sko, fer svo í samhjálp í eldhúsinu og leist ekkert á þetta og tómi vesinu og svona. Síðan hefur, held ég, frændans eða einhver samband við okkur sem hefur svo samband við hann og býður hann vinnu í mála eitthvað, þú veist, og ég held að hann var ekkert litist á það heldur sko. Svo að líða árin og hann bara með sitt eigi fyrirtæki og komið með fjölskyldu og með stráka í vinnu frá mér og þú veist, þetta náttúrulega bara, þið sjáu þú veist, þetta reyndar auðvitað vandinn fyrir svona stráka, það þetta það að þurfa að vera að borga mönnum fyrir meistara hlutan og það auðvitað hluti af þessari fordæmingu sem að okkar fólk hefur. Að það eru menn sem misnota þessar aðstöðu sína gagnvart þeim að því að þeir get ekki sjálfur komið sér í gegnum skóla því þeir, eins og góð saga segir sko þegar farið var í skólan og ætlaði að fara í meistarann og þá kom þessi spurning, þessi skemmtilega sko, ertu ekki með stúdentspróf í dönsku? Og nei, þá hefur ekkert hér að gera sko. Eins og það sé aðalmálið varandi svona hluti, þú veist að það vantar svo margt inn í kerfið til þess að geta borið þessa einstaklingu uppi. Þannig að þú þarft að vera að vinna, vera með einhvern falskan skráðan meistara á verki, greiða honum fyrir það og í mörgum svona hlutum er þetta ekki gott. En þannig að byrja smátt og það þetta lykillinn að því að það þannig að flestir þessar einstaklingar sem að koma ekki með kerfið, þeir hafi í rauninni ekkert verið í vinnu yfir höfuð. Þeir hafa ekkert verið að vakna og fara út í daginn. Það hafi ekki verið neina kröfur eins og ég kalla úrræði verndar skilyrt fullnusta og ég myndi vilja sjá hana skilyrta með miklu meira og stífara hætti inn í fangelsunum líka. Það að segja að þú færist ekki á milli kerfa inn í fangelsunum nema að uppfylltum skilyrðum þáttöku í tilteknum hlutum í framhaldi af plánunni. Og þegar þú kemur á vernd þá undirritar þú bara samning sem í settir þættir sem að passa og við það að gera það þá ganga menn að samkomulagi og þeir eru þáttakendur í því og þeir eru miklu líklegir til að taka þátt í því að móta framtíð sína að því þeir eru þáttakendur í því og stundum hefur maður sagt sko ef maður ætla að velja vinnuna fyrir viðkomandi þá lendur strax í vanda að því þá segja menn nei, mér langar ég eitthvað ef þú afhendir 2 vinnur og hann fær að velja þá eru allir vegið færir. Þetta er svolítið svona. Þannig að þú þarft að hafa geta haft áhrif á framvindu mála sjálfur með svona þáttöku og vernd hefur í rauninni og ég segi sko, ég ætla ekki að vera að mæra vernd eitthvað meira heldur en það. Ég veit bara að þetta er gott úrræði og menn horfa erlendis frá og skilja ekkert í því hvernig þetta reka svona úrræði eins og þetta. Meðal annars það að þeir sem þar eru, þeir borga viðvörugjald. Borga fyrir mat og þjónustu og allt það sem það reynir sem bara hluti af því sem við gerum út í samfélaginu sem er bara mjög eðlilegt að mínu áliti en mönnum finnst bara stór undarlegt þegar þeir horfa til okkar. En þarf ekki að stækka vernd? Þarf ekki nýtt húsnæði og leyfa fleirum að? Þetta er alltaf þetta vandamál með fangelsin að það er alltaf verið að endurnýja, gera upp, færa á milli, boðunarlistin er ekki nægilega skilvirkur og svo þannig að við erum alltaf í sömu stærð og við höfum auðvitað verið að reyna að lengja tíma til þess að fækka dögum, eins og ég segi alltaf, reyna að fækka dögum í fangelsi. Auðvitað vildi maður líka sjá að menn getu með einhverjum hætti haft áhrif á það hversu langan tíma þeir geta verið fyrir utan í opna með því að hafa áhrif á fullnustuna inni. Eins og við þessar stundir sagt að það fengir svona kort, eitthvað premjukort, það sem þú safnar tilteknum dögum sem safnast upp að því þú tekur þátt í að vera í skóla, vinnu. Svo Hvatakerfi, já. Og það sé svona eftirsótt að komast í næsta skref. Já, akkurat. Þú ávinnur þeir réttindi. En þetta er það sem við höfum líka rætt bara með fangelsiskerfi sjálft, að það þarf að vera gulrótarkerfi. Það er bara, hefur við ekki náð inn í kerfið ennþá. En hvað með, Dóra, með árangur? Ég meina, er mikið brottfall úr grettistæki eða vernd eða veistu það? Sko, í grettistæki það er alltaf svolítið í upphafi þegar það hefur verið tekið inn fleiri en eru pláss fyrir því að það er alltaf einhverju sem er ekki alveg tilbúnir þegar þeir byrja og þetta er bara eins og annað, þú sinnir þessu þá myndu uppskera og græða á því bara að vera að mæta og vera í batanum, ekki bara mæta til þess að fá mætingu heldur taka þátt. Þetta er bara hafa mastersritgerðir verið gerðar og rannsóknir og sem sýna bara fram á það og flestir hjá okkur fara í frekari virkni.
það er alltaf markmið okkar, að bæta líf fólks. Og mér langar svolítið að tala um það sem við komum svolítið fram, hamlar fólki þar í vinnu að komast í vinnu er mitt sakaskráin. Og ég hef oft sagt fólki bara að leiðbendi með því að vera heiðalegt. Það er alltaf langt best. Það er að googla þig oft, þannig að frekar að vera heiðalegur og síðan ef segja frá það jákvæða sem það verið að gera. Já, ég nýtti dvölina í áplánun til þess að byggja upp tengsli börnum mín, ég fór í nám, laukina einingum, að vera heiðalegur en segja líka bara, kalla fram að jákvæða sem þú búin að vera að gera síðan. Hvað gerðist á þessu 2 árum eða ári? Það er mjög mikilvægt og líka bara orðanotkun svolítið, maður heyrir oft eitthvað, já, hann er hérna fyrrum fangi. Og það fylgja þeirra eilífu. Skilgreiningar. Já, ef ég var einhvern tíma verið nemir, það bara fyrrum nemi. Skáti. Já, það er svo mikil fordómar stimplun í því að vera fyrrum fangi. Já. Mig. Ég er náttúrulega alltaf að berjast fyrir þessu að menn noti rétt orð og hugtök. Því að ef þú gerir það ekki, þá erum við ekki að ná árangri. Því að við erum með dómþola, við erum ekki með fanga á vernd, og þegar við förum að tala um menn sem fyrrverandi fanga og við erum að tala um að við sem að hjálpa þeim, þá erum við í óþökk þess auðvitað að tala gegn því, að við erum að tala um fyrrverandi fanga og það er spurningi hvaða orð eða hvernig hugtök eru notið í svona, en það skiptir rosalega miklu máli eins og þetta segja, þú veist að við hættum að tala í þessa áttir, og ég sá mér nú til mikillar hamingju að í þessari grænbók sem á að fara að skrifa, þá tala menn núna um endurhæfingu í staðið sem nota hugtök sem eru gömul og gildislaðin og í rauninni komið veg fyrir það að við fáum þjónustu sem er í hæfi við það sem við erum að tala um. Ef við erum að tala um meðferð þá þurfum við aðila að því að veita meðferðina og þá eru þeir skilgreindir sem slíkir inn í það sem við erum að vinna með og ef við erum að veita endurhæfingu þá þurfum við fagaðila þar á bakvið. Í dag er ekkit svoleiðis í fangelsum að því við erum alltaf að tala um allt annað og fáum í rauninni engan stuðning eins og ég hef svo margóft sagt og þannig að og ég segi alltaf við strákana þeir hringja að segja, ég er ekki með vinnu, það segi ég alltaf herðu, ég er með 3 aðila hringdu, en segðu þeim hvar þú ert, hvert þú ert að fara og það mun alltaf hafa þau áhrif að þú fáir annarkvæmt hluttekningu eða bara því miður þá treystu okkur ekki og það er bara alltaf best að vera heiðalegur og það lýsir sér í því að atvinnu þáttaka þeirra sem eru að venda er bara mjög há. Eitt af því sem að ég heyrði þið tala um að Dóra að það er einhvers konar úrræði fyrir foreldra, eða ekki? Jú, það er þetta er Tinna og undir virknahúsi í Reykjavíkurborg. Það er verið að fókusa mitt á að sé ekki þessi að tala um að þeir sem ef foreldrarnir eru báðir til þess að fjárhagsaðstoð þá er svo mikla líkur að börnin festist í þessari sömu fátæktargildru. Foreldrar hafa ekki efni á að setja þau í frístundir eða fótboltaæfingar og ferðalög og allt þetta sem er kostnaður í. Þannig að það er fókusinn á börnin og styrkja tengslanett foreldra. Það er gert allt þetta áðurna mál, það er nóg einhvern orða mál þurfi ekki alltaf að fara svo langt að fara í barnaverndarvinnslu. Það er oft hægt að vinna miklu meira þarna áður. Þannig að þetta er fyrir einstæða foreldra en eins og staðin núna þá er þetta aðalega, ég held að þetta sé bara konur akkurat núna, þó þetta sé líka opið fyrir köllum líka. Ég nefnilega tók eftir það var ritgerð rannsókn í háskólanum sem Selma Dögg Björgvinsdóttir gerði foreldra hlutverk aðstoð við foreldra í fangelsum og það var svona verið að hvaða aðstoð eða ráðgjöf þeir fangar fengu meðan þeir voru í fangelsi til að takast á við foreldrahlutverki. Þetta hefur kannski ekki verið mikið rannsakað að fjalla og þetta var mjög áhugavert og sýnir hversu nauðsynlegt það er að koma á stofnun barna fulltrúa í fangelsunum eða fangelskerfinu til að fylgjast einmitt með þessu því að þetta ég meina, við vitum alltaf betri tengsl við fjölskyldu það bara hreinlega kemur í veg fyrir frekari glæpi og þetta hlýtur að vera afar mikilvægt. Já, bara meiri stuðningu fjölskyldu þá líkur á þau bara farsæla aðlögun inn í samfélagi. Það er bara þannig. Og Tinnuverkefnið, þú þarft að vera með lögheimili
barnana sem kannski ekki alltaf málið hjá þeim sem að koma úr afplánun en eins og í Grettistæki og öðrum stöðum þá erum við líka að reyna að styrkja þessi tengsl, kynnast fjölskyldu netinu og kortinu og áfangaheimilin okkar leyfa bæði að börn dvelja þar og umgengni, ekki að það hefur lögheimilegar heldur að þau komi í umgengni og heimsóknir. Hvað Yngvi, þú nú að kafna og hósta? Nei, ég er ennþá lifandi. Já. En hvað Hjálpræðisherinn hefur oft vilja að gera meira í þessum málum og oft verið með hugmyndir og verið svona að reyna að gera eitthvað. Hvað strandar á? Hvað er það sem þið viljið gera? Við höfum alveg lengi kallað eftir því að við haft áhuga á því. En allt spurning hversu mikið maður trana sig fram. Við höfum kannski áður fyrr ekki kannski verið duglegustu í því að koma kannski hugmyndum okkar á framfæri. En við viljum og við erum svona búin að stíga með svolítið eitt stórt skref í því að koma okkar okkar þar sem við viljum aðstoða inn í sjálf fangilsin með því að komast inn í teymi hjá afstöðu sem að við erum alveg ótrúlega ánægð með og sjáum fram á það að vonandi fái það að þróast og kannski stækka hvernig sem að og við erum bara opin fyrir því hvernig það leiðir okkur á samvinnan. Og við en við vindum kjarnan vilja vera, við höfum alveg talað um það og við höfum talað við afstöðu í sambandi við eins og að vera með áfangaheimili en allt krefst þetta náttúrulega fjármagns og það er oftast þar sem það stoppar Já. Ég held að oft sé nú við öll með svona þessi velvilji en það bara það er að hvort sem það er dagsettu fyrir heimilislausa eða áfangaheimili fyrir menn sem að koma úr afplánun. Og þetta virðist alltaf stranda á ríkinu. Ég held að sveitafélögin vilji taka þátt eða eins og Reykjavíkurborg hefur haft frumkvæði á þessu hlutum eins og til dæmis með heimilislausa en ríkið einhvern veginn vill aldrei koma inn í það. Og ég veit að í Noregi að þar er það ríkið sem kemur til hjálpræðisins og biður að stofna þessi úrræði en þarft þú að fara til þeirra á suða og mjög oft og ég bara upplýði bara að það er oftast svona fyrir það er ekkert rosalegur áhugi Nei, það þarf oft eitthvað stundum þarf eitthvað að gera sem er bara mjög drastískt því miður. En samt eru það svona eiginlega þessi félagasamtök sem að halda uppi allir þjónustu allstaðar einhvern veginn. Ég hef svona ofta að hugsa hvað gerist ef að þriðji geirinn dreifur sig bara tilbaka eða fyrir verkfall, það er samfélagið. Það er náttúrulega að reiða sig algjörlega á þetta. Ég meina Vernd er orðið 64 ára gamalt úrræði þar sem að sérhæfingin er eingöngu í þess átt. Þannig að þar sem við erum að horfa á fjölskyldur og brotaþola meðal annars og þá sem að fara í fangelsi og á þessum árum sem ég er búin að vera mjög lengi þá höfum við ítrekað reynt að sækja styrki út fyrir rand þess sem að hefur staðið okkur næst þar að segja dómsmálaráðuneytið, samningar við Fangelsismálastofnun og Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg hefur rauninni alltaf verið svona við höfum treyst mikið á Reykjavíkurborg, ekki fjárhagslega. Heldur að vera með góð tengsl við Reykjavíkurborg, óháð því hvort að þeir séu tilbúnir að sjá úrræði því ljósi sem við erum að reyna að veita þeim þjónustu á en þetta er stærsti hópurinn sem kemur hann í gegnir auðvitað úr Reykjavík og líkurnar á því að við náum að breyta því ferli sem einstaklingar eru í eftir að þeir hafa farið í fangelsi eru mjög góðir eða það er líklegra til þess að þeir komi ekki aftur inn í kerfið, það sýna bara tölur hjá okkur. Þannig að við fáum aldrei neitt annar staðar. Það er alveg sama hvaða tillögur, öll svo vinna sem eru lögð í það að reyna að benda á, búa til hvata, reyna að sýna fram á, það er bara ekki hlustað og ég veit ekki hvort það sé vegna þess að við erum með þennan skjólstæðingahóp. Ég ætla að svo sé að hluta til að þetta sé annara
og við höfum eins og Guðmundur hérna hefur Vernd verið að berjast við þessi kerfi varðandi þessi 80 hérna sveitafélög sem eru á landinu, Reykjavíkurborg lengst af, ríki og borg, Tryggingastofnun og erum enn í rauninni, það er einn eftir að Vinnumálastofnun sem að við náum einhvern veginn ekki að beygja að þessum hluta mála að hætta að horfa á þá sem eru á vernd sem fanga, því þeir eru það ekki og þeir eiga sama rétt og allir aðrir og það er í rauninni fáránlegt til að mynda að einstaklingar sem hafa verið á vernd eða eru á rafrænu eftirliti eða þeir missa vinnuna þráttur að hafa borgað öll gjöld og allt til þess sem að það þarf varðandi sko það að geta fengið atvinnuleysisbætur að hérna stjórnarskrávarinn réttur þeirra til þess að nýta sér þau réttindi sem þeir hafa lagt inn í sambandi við það að greiða skatta og skyldur séu teknir af þeim og það er löngu eftir þeir eru hættir að vera í fangelsi og eru ekki fangar. Þetta er náttúrulega sorglegt en svona er ásýnd kerfana. Þetta er bara mannréttindabrot. Já, það er alveg klárlega það en við fyrir döfum meirum þrátt fyrir ítrekað, ég skal segja það ég ítrekað farið með málið, bæði til þeirra fyrir umboðsmann Alþingis og svo fram eftir göttunum, þá fæ ég bara ekki áheyrn. Þannig að það er svona skrítið. Já, það er bara svona er kerfið. En sko síðan er reynda sko það eru fleiri úrræði, það er hérna bjargráð, það er fyrir aðstandendur, ég verð að minnast á það er sem sagt fjölskyldur ágjafar sem er á vegum bjargráðar en einhvern veginn styrkt í gegnum þjóðkirkjuna sem fær síðan styrk á félagsmálaráðuneytinu og hérna en sko ótrúlega gott úrræði fyrir aðstandendur, þeir eru ekki sem sagt að sinna föngum heldur aðstandendum og við hérna auðvitað eru þau náttúrulega bara nýbyrjuð og eru að kynnast og reyna að vinna inn traust og annað og við höfum verið að senda til þeirra eða benda á þau mál og við sjáum að það verði líka meira í framtíðinni eftir því sem við þekkjum þau meira líka þá getum við meira treyst þeim og til að senda mál til þeirra og svo er það Rauði krossinn aðstoð eftir afplánun, ótrúlega flott verkefni sem að ég verð nú bara að segja að við áttum stóran þátt í að var sett á laggirnar af því að við sáum þetta í Noregi og Danmörku og vorum að þrýsta á Rauða krossinn hér segja bara af hverju gerir Rauða krossinn ekkert fyrir fanga og endanum komuðu með þetta úrræði og við höfum verið þar í fagræði frá byrjun og þetta er alveg frábært úrræði og að byggjast alltaf að vera meira og meira og hérna en að því að ég er að minnast á Rauða krossinn og þá er hérna ný rannsókn frá Noregi þar sem að Rauði krossinn er í samstarfi við varðandi þessa rannsókn og þar kemur í ljós að hver og einn snýr af glæpabraut eftir fangelsi sparar ríkinu 13 milljónir íslenska króna á ári, ekki bara eitt skipti skilur þannig að hérna, þetta er svo augljóst vinningurinn ávinningurinn að fá fólk til að taka þátt í samfélaginu og læra og fara að vinna og gera þetta er svo miklu peningar en það er ekki verið að horfa á þetta hér. Nei, þetta fólk áttu bara ekki á því. Þetta er ekki bara ábyrgð fyrirtækjana, stofnana og sveitafélaga, þetta er líka ábyrgð okkar allar sem erum í samfélaginu. Við þurfum að vera tilbúin að með okkur í vinnu komi fólk sem er með aðra reynslu og bakgrunninn við. Við þurfum að taka vel á móti. Já, ég menna að það er nú reyndar sko, ég ætla nú, má ekki gagnrýna Reykjavíkurborg of mikið það sem ég er að vinna þar en sama, Reykjavíkurborg hefur rætt við okkur í afstöðu einmitt virkni og vilja komast í einhvern fyrirtækjabanka til að finna fyrirtæki sem vilja taka fanga eða fyrirhandi fanga í vinnu og við höfum einmitt spurt þessar spurningar, hvað ætla Reykjavíkurborg að taka marga í vinnu? En þá hafa þeir ekki viljað gera það, þeir vilja bara koma svo á önnur fyrirtæki af hverju ættu þau fyrirtæki að taka fyrirhandi fangavinnu ef þeir vilja ekki gera það sjálf Reykjavíkurborg þarf að vera fyrirmynd í þessu við erum einn stærsti vinnustæðurinn bara á landinu þannig við þurfum að vera fyrirmynd í þessu sannarlega og ekki bara fyrir fyrirhandi fanga við þurfum bara fyrir jaðarsetta hópa það er fullt af fólki sem að treystir sig til að vinna þósikir 2 tímar á dag eða 2 daga í viku eða skilurðu eitthvað svona og við þurfum, samfélagi verður að vera tilbúið til að taka fólk í vinnu og prófa þetta áfram. Við höfum gert þetta hjá hernum sko, við gefum tíðina sko. Við erum náttúrulega að þú tala um Rauða krossinn sko, Rauði krossinn er okkar
helsti bakhjarl í endurhæfingarúrræði fyrir dómþola verndar og og það samstarf hefur verið alveg rosalega gott. Við vorum náttúrulega í samstarfi við Samhjálp, því miður þá stoppaði það og það bara mjög mikið miður að áratuga langt samstarfið Samhjálp hafi farið einhvern veginn á aðra leið. Nú erum svona eins og Hjálpræðisherinn sko, þeir eru náttúrulega með eldhús og Við höfum verið með fólk sko sem í þá samfélagsþjónustu. Já, við erum þá kannski eins og var hjá Samhjálp, þá voru alltaf 1 eða 2 eða 3 frá okkur sem mættu á morgnana og voru að læra að elda og hjálpa að bera fram eða ganga frá og svona. Getum við komið á þessum samningum í bara klárlega, þetta með blaðið, ég veit penna. Nei, sko, þetta bara partur af þessu sko, því að það þarf að hjálpa þeim að fá betri sjálfsvinning og betra sjálfsmat og þegar við erum með fólk sem eins og þið hafi alltaf verið, við erum náttúrulega að þekkja herinn náttúrulega. Það var nú í gamla dagi, það var jólamatinn. Já, sko, það var í 50 og eitthvað ár, þá var, í upphafi var það þannig að Vernd var með, aðfangadag var svona jóla skemmtun Verndar sem var síðan Verndar og Hjálpræðishersins og alltaf klukkan 6 þá voru pakkar og matur og súpa og allt þetta lengst af. Síðan held ég að hún hafi heitið Anna sem að lést í slysi upp á fyrir vestan sko. Hún var okkar helsti tengiliður og þá fór þetta allt í að rugga einhvern veginn og súpan og þetta sem við stóðum alltaf að í öll þessi ár þá fór það einhvern veginn og tengslinn svona aðeins og rofnuði. Við erum svo sem alltaf verið í samskiptum frá þessum tíma. Hvað það er mikilvægt, 50 ár eða eitthvað. Það var Hjálpræðisherinn og Vernd alltaf með jólahald á aðfangadagskvöld og kom alltaf á forsíðu Morgunblaðsins og þótti rosalega flott fyrir þá sem voru veglausir eða heimilislausir í Reykjavík og En síðan þetta hefur breyst. Já. Náttúrulega bara eins og með bara heimilislausir, það var ekki þurft endilega að fara út og fengið jólamat bara beint á skýlið, sem alveg, ef ég væri í þessari aðstæðum, því frekar kannski kjósa það, heldur en að vera þurfa að labba eitthvað eins og yfir á her eins og þeir gerðu hérna áður. En ég held að samt að við mætt fólk líka sem var í rauninni kannski bara í einmanaleika, því við erum fullt af fólki sem bara hefur ekki alveg færni til hlutanna og sækir þá kannski á þessa staði eins og vann í Kastala. Við vorum komin upp í 70 manns sem sjálfboðaliða, af því það var bara þessi hópur mann sem er fráskilinn og bara stendur illa og stendur bara ekki með börnin sín þessi jól og hefur ekkert að gera. En Hjálpræðisherinn samt að koma og gefa páskaegg inn í fangilsin, gefa jólagjafir, alls konar hluti sem er alveg ómetanlegt sko. Þannig að það takk fyrir það. En við vildum alveg við höfum alveg sko okkur langar að gera meir. En að því að við höfum bara klukkutíma eftir nei, það er spurning sko að við förum að ljúka þessu en hvað myndu þið vilja sjá gerast í þessum málum, það sem tekur við föngum eftir afplánun? Yngvi, hvað vilt þú sjá? Minn draumur er náttúrulega að geta verið með það sé prógram sem að byrjar ekki endilega þegar að þú ferð út, heldur þegar þá er ég aðalega að tala kannski þá menn sem að það fólk sem ekki kemur á Vernd, að það sé samt eitthvað annað sem að er þá heimili, húsnæði og utanumhald og sem að býður þeirra þegar og það er búið að skipuleggja það byrja kannski að skipuleggja jafnvel mánuðum eða ári fyrr, þannig að þú veist að hverju kemur og það held ég muni líka hjálpa mönnum að minnka þennan þessa streitu og þetta bara þessa hræðslu við það að fara úr fangilsi. Akkurat, það er mikil óvissa í kringum þetta, myndi að hafa ekki neitt öryggi eða neitt eða tekur ekkert við þér, þá ertu bara að fara í sömu yðju og þú hefur kannski þekkir. En
Við erum alltaf í þróun og viljum bæta okkur líka og eins og segir, ég er mjög sammála, það náttúrulega þessi hópur sem kemur ekki á vernd og það kannski meiri stuðning varðandi atvinnuleit, það bara svona, það bara allt komið fyrir utan þjónustumiðstöð, ekki með neitt plan. Þannig að hvernig getum við, jafnvel komið fyrr inn í, þú veist, ekki alltaf þetta sveitafélagríki, heldur bara hvernig getum við vitum hann að koma út. Getum við farið inn fyrr, byrjað að undirbúa, þú veist, hvað tekum við, varðandi vinnu til dæmis. Byrja forvinnuna, byrja að gera fyrirskrá, byrja að fá að heyra bara áhuga kvötina hvað langar að gera og kannski fara að byrja þetta ferli þannig að þegar þú kemur út þá er svona herðu, ok, það er bara að vinna tilbúinina fyrir þig og samhliða alltaf húsnæði, það verður alltaf að vera þessi grunnur en það er svona sem ég sé fyrir mér að það verði ekki þetta bil á milli þess að þú kemur út og þá getur eitthvað gerist. En sko eins og í Danmörku að þar er þetta lögbundin skylda sveitarfélagana að undirbúa fanga fyrir losun út í samfélagi aftur og þar eru öll sveitafélög landsins að taka þátt í sameiginlegu verkefni og með aðsetur á einu stað reyndar en þau fara inn í öll fangilsin og víst, bara leið og komin í gæsluvarðhald og þá er komin félagsráðgjafi tíðin eða sálfræðingur og það er þú átt þinn félagsráðgjafa þannig að það er svolítið öðruvísi heldur en er hér sko. Þannig að ég hefði viljað sjá þetta lögbundi líka af því að þetta er bara og þegar upp í staði þá munum við sem samfélag hagnast að þessu fyrir utan einstaklingi bara per se munum þetta hafa bara skila sér í þjóðfélag betra þjóðfélag og allar jákvæða breytingar að smita jafn mikið út frá sér og neikvæð hegðun gerði þegar fólk er í óheðleika og neyslu þá smitar það út í samfélagið og til fjölskyldu en það er jákvæða sem gerir það smita líka og hefur áhrif á börnin og fjölskylduna og allt í kringu þig þannig að við verðum að horfa á það líka. Þráinn, þú ert með loka orðin í hvað þú vilt sjá. Ég bara, nautum þess að tölu sem varst að tala um 13 milljónir sko, það kostar nú ekki nema 12 milljónir að hafa einn mann í fangelsi sko, komi hann inn á vend eða fara út í samfélagið og verði þjóðnýttur í slíku að borga skattaskyldur og sogar ekki út eitthvað frá Reykjavíkurborg sem óæskild og svona, þá sjáum við bara hvað eru margfeldis áhrifin af því að fá fólk í bata út úr endurhæfingu eða notið einhvers konar meðferð inn í fangelsunum. Það er náttúrulega, það er auðvitað hægt að breyta ansi mörgu í þessa átt. Þú veist, það er þetta í rauninni, þú veist, þessi samþætting okkar, tala ekki það sem við höfum búin að tala um í mörg ára að færa ábyrgðin á sveitafélögin. Ef að Jón kemur í gæsluvarðhald og hann er af Akranesi, þá er bara lögbundin skylda þeirra sem þar eru að þjónusta hann eins og hann væri bara upp á Akranesi. Þetta hefur ekki enn komist í gegn. Og það þarf auðvitað að bæta innviði fangelsana. Það þarf að breyta það verður ekki nóg að byggja bara fangels á Litla-Hrauni. Það þarf að bæta hvað er boðið upp og inn í fangelsunum. Og það er ég skilji ekki alltaf í þessu. Þú byggir eins og Hólmsheiði og Hólmsheiði hefur í rauninni ekkert reynst rosalega vel. Átt að vera fangelsi fyrir konur. Ég meina það geti ímyndað eitthvað fyrir konu að taka út fangelsistóm til margra ára. Það er bara ekki hægt. Þannig að auðvitað er þetta að bæta lengja tíma, fækka dögum í fangelsi, nota rafrænt eftirlit meira, heldur en gert er. Menn fari ekki í fangelsi, heldur taki rafrænt og svo fram til góðum. Það er þetta að breyta, en það skortir oft á, ekki á hlustunina eða skilningin, það skortir svolítið á framkvæmdina. Menn sjá auðvitað þetta í góðu ljósi þegar það tali en það er einhvern veginn eins og maður sé alltaf að tala sömu hlutina aftur og það gerist ekki neitt. Og það er það sem maður er eiginlega leiðastur yfir í allir þessar vinnu sem við verðum að leggja til allir fundirnir og allt það sem gerist í þessu það er einhvern veginn að maður er alltaf einhvern veginn að tala sömu málin og það gerist ekkert. Nei, ég er sammála því, það lítið gerst í nefndum og annað, en talandi það að nú er á að fara að endurskoða lögin fullnustu og það er komið í samráðsgátt fólk sem ef að fólk eða almenningur eða félög vilja setja athugasemdir varðandi hvítbók, held ég, eða grænbók. En það er ekki allir sem vita hvað grænbók en mér skilst að það sé í raun og veru þarfagreining, hvað er að í kerfinu. Og það má endilega, og ég hvet alla til að fara á þessa samráðsgátt og setja inn athugasemdir, hvað er að kerfinu. Og svo í haust að þá kemur líka inn í samráðsgátt stefnan í fangelsmálum, það má líka
held ég almenningur og félög og að setja inn hvað þau vilja að sé stefnan og svo verður reyndar ekki byrja að vinna í frumvarpinu sjálfu fyrir bara einhvern tímann næsta vor skilst mér sko. Þannig að þetta allavega komið í samráðsgáttina, þetta allavega að byrja en ég held að sé alveg ljóst að þessi ríkisstjórn ekki að fara að leggja fram frumvarp breytingu. Þannig að það bara of seint, það bara allt of seint byrjað á þessu. En mér langar að minnast einu svona enn á vettvangsteymi afstöðu af því ég er svo stoltur að því en í ljósi atburða í fangelsunum undanfarið þar sem að hefur leitt jafnvel til dauðsfalla að vegna kannski að má rekja til kannski vöndunar á heil bakvakt eða heilbrigðisþjónustu í bæði venjulega heilbrigðisþjónustu og geðheilbrigðisþjónustu. Þannig við erum að tala þannig staður sem fjölda manns sem eru bara andlega og líkamlega veikir og þurfa aðstoð. Það og þá hefur ekki verið neinn bakvakt og sem er auðvitað ekki alveg í lagi en afstaða með alla þessa þekkingu og fagþekkingu sem er í boði, óbóðslega mikla reynslu og traust við skjólstæðingana að við höfum boðið heilbrigðisráðherra að nýta vettvangsteymið á bakvöktum tímabundið ef þeir vilja. Ég veit ekkert hvort þeir munu taka þessu en auðvitað er þetta náttúrulega líka liður í að við getum ekki setið bara hjá og gert ekki neitt. Við getum ekki mist fleiri og við en þetta er auðvitað okkar aðferð líka við að þrýsta á að það verði gerðir samningar og það verði gert sem allra fyrst. En Ásdís er ekki með okkur í þessu þætti, það kom eitthvað upp á, en hún verður vonandi með okkur næst og við saknum hennar. Þetta er búið að vera bara fínasti þáttur og Yngvi og Dóra og Þráinn, ég þakka ykkur fyrir að koma og ég gleymdi að kynna mig áðan, ég heiti Guðmundur Ingi og þakka kærlega fyrir. Takk.